Hinn eini Guð og tilgangur lífsins. Ímyndaðu þér röð af þungum steinum sem halla sér hver upp að öðrum. Ef hver stein halla sér að steininum fyrir aftan hann, og sá fyrir aftan halla sér líka að öðrum, munu allir steinarnir falla. Til að halda þeim öllum uppréttum verður eitthvað að vera á endanum sem halla sér ekki að neinu, eitthvað nógu öflugt til að halda öllu uppi, eitthvað sem stendur sjálft og ekki háð neinu öðru. Allt í alheiminum eins og þessir steinar, rétt eins og hver stein halla sér að öðrum steinum til að halda sér uppréttum. Þá þarfnast allt í alheiminum margra annara hluta bara til þess að vera til. Þú ert háður lofti, vatni og mat. Matur er háður jörðinni, regni og sólinni. Sólin er háð lögmálum eðlisfræðinnar. Hvert sem þú lítur einn hlutur háður nokkrum öðrum hlutum. Vísindin lýsa þessum tengslum mjög vel. Þau segja okkur hvernig einn hlutur er háður öðrum. En þau útskýra ekki hvers vegna öll steinarröðin stendur í fyrsta lagi. Þau svara ekki spurningunni. Hvað er nógu öflugt til að halda öllu uppi? Til að skilja það verðum við að horfa lengra en keðju hinna háðu hluta. Það hlýtur að vera til vera sem heldur öllu uppi, en hallar sér ekki og ekki háð neinu öðru. Þessi vera sem heldur öllum hlutum uppi, en ekki haldið uppi af neinu öðru, það sem við köllum Guð almáttugan. Tilgangur lífsins, svo Guð almáttugur skapaði okkur og allt í kringum okkur.